Já, góða kvöldið, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi. Það verður fullt í þættinum í kvöld eins og alltaf. Hérna í lok þáttar þá ætlum við að ræða skattamál, við ætlum að ræða fyrirtækjaskatta og þó sérstaklega kannski hvernig fyrirtækin komast undan því að borga skatta sem eru lágir fyrir, en það eru ýmis ráð til þess að lækka skattina enn frekar og við ræðum það við þann mann á Íslandi sem líklega veit mest skatta, Indriða Þorláksson. Særún Kjartansdóttir kemur hérna miðjan þátt og við ætlum að halda áfram umræðinni hvort að samfélag okkar sé barnvænt, hvort að leikskólakerfið og ýmislegt sem að tengist barnafjölskyldum sé skipulagt út frá þörfum barnsins og kannski fræður okkur það hvernig það geti litið út frá sjónarhóli barnsins. Síðan kemur Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR hérna, og við ætlum auðvitað að ræða við hann framtíð verkfallshreyfingarinnar, hvað það þýðir að hann sé hættur afskiptum af ASÍ eins og Sólveig Anna Jónsdóttir og fleiri. Hvort að frestun þingsins muni leiða til þess að átökin frestist eða haldi áfram í 6 mánuði. Hvort að hann muni snúa aftur inn í ASÍ eða bara hvað muni gerast. En þetta var nú eiginlega aðalega fréttir dagsins voru ASÍ karlíðin, þannig að þinginu aflýstum 6 mánuði þannig að Ragnar Þór mun kannski segja okkur mest fréttir dagsins. Já, við byrjum spennt að heyra hvað hann hefur að segja. En það er samt eitthvað svona í kringu þingið. Það er það eru svona mest gaman að hlusta á kvöldfréttirnar. Nú er komið svona annað hljóð í fólk. Ólöf Helga var eitthvað að tala að Ragnar Þór og Sólveig Anna ætti að taka djúpan andadrátt eins og þau myndir svona jafna sig eins og óþekkir krakkar sem að hlaupa út úr afmælinu. Þannig að hún talaði svolítið svona föðurlega eins og sagtir. Reyna að fá þau tilbaka. Já. Mikið gengið á. En í öðrum fréttum að þá komið ljós frá tölur frá Hagstofunni sýndu í dag að verðmæti sjávarafla verðmæti úr strandveiðum í sumar var 4,7 milljarðar sem er töluverð hækkun frá síðustu skiptum sem á líklega rekjast að mestu leyti til hækkandi fisksverðs. Já, svo til alveg. Ég kíkti aðeins á þetta. Þetta er fyrst og fremst bara merki það sem við höfum svo fjallaðum hérna áður að fiskverð hefur hækkað mikið í Evrópu út af stríðinu. Þannig að það koma miklu peningar inn og lítið brot af því eykur verðmæti frá strandveiðunum en bátunum hefur fjölgað. Þannig að kannski er hver kall ekki að fá mikið meira. Ja, 30% aukning á bátum en spurning hvernig það fer hversu mikið þetta er að dreifast. Já, þannig að fisk ekki allir jafn mikið. Sumir eru þarna skráðir inni og sækja ekki allt sitt. Sem svæðin eru betri virðist vera svona smá breytileiki á því. Já. En svo voru umræðarinn á þingi að Bryndís úr Sjálfstæðisflokknum, Bryndís Haraldsdóttir, og hún var að tala það hvernig börn flóttafólks eru ekki alveg að fá þá þjónustu hér á Íslandi. Já. Hún var í hópi þingmanna sem fór Skandinavíu og skoðaði aðbúnað flóttafólks í Noregi og Danmörku. Ég held ekki Svíþjóð, en það var hópur, þeir hafa birt myndir af sér. Sigmundur Davíð var þarna og þeir koma svolítið heim með svolítið misjafna sögu. Sigmundur Davíð kemur heim með sögun það að við verðum að grípa til harðari aðgerðir eins og er gert annars þar. En Bryndís kemur með þá sögu að það er bara allt annað að sjá aðbúnaðinn sem að fólki er boðið upp á. Það er boðið upp á sálfræðiþjónustu, það er móttaka eins og sett að taka á móti fólki sem er í einhverjum áföllum. Það er þetta gert eins og sett að taka á móti fólki. Hér er fólki bara vísað á hermannabetta í neyðarskýlum. Og mun hafa slæmar afleiðingar í framtíðinni eflaust af því að þetta er frekar örugglega svona áfallavaldandi að mæta svona skilyrðum. Mér finnst það gott á Bryndísi að það kemur annar tónn út úr Sjálfstæðisflokknum en þetta sem að Jón Gunnarsson hamrar yfir okkur dag eftir dag að það sé flóttafólk. Nú voru komið þessar fréttir af því í gær held ég reyndar, það er ekki kannski í dag, frá Útlendingastofnun að fólk verður að koma hingað á fölsuðum vegabréfum. Það verður að dreifa svona fréttum til þess að grafa undan fólki. Þetta er þetta bara örfáir sem koma á fölsuðum vegabréfum og það er ekkert stórkostlegt vandamál. En það er svona... Nei, virðist vera að blása þetta mikið upp alveg klárlega. Það verður að senda út eindóma neyðarfréttir. Gott ég að Bryndísi að benda á vandamálið náttúrulega það að íslensk stjórnvöld eru engan átt undirbúin að taka við flóttafólki sem að það hefur lofað að taka á móti. Og manni sýnist að helsta vandamálið sé kannski bara að það þarf að auka tekjuöflun ríkisins, sérstaklega velferðarkerfin eru á slæmum stað og þar fram til göttuna. Eða reykja þetta bara með meiri halla. Bjarni Ben er til í mikinn halla, hann er með 90 milljarða. Hann bara getur skrúað og haft meiri halla. Eins og Liz Truss, hann var nú á fundi í Íhaldsflokksins, þeir eru svolítið á því í Íhaldsflokkurinn. Það frekar að hækka skatta á hennum ríku bara hafa meiri halla.
auka hallan Já. sem að einhver skulda hlutfall ríkisins og Já, hækka vextina. já, yndislegt, geggjað. En Hvað áður en fyrir til útlanda þá sagði Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, að Samfylkingin taki ekki afstöðu í kosningum launþegahreyfingarinnar. Já, þetta er búið að vera átök inn hjá Samfylkingunni í svona spjallhópum sem þau eru með. Já, maður sér að þeir eru svolítið svona splitt. Já, vegna þess að þeir sem hafa gengið hart fram gegn Sólveigu Önnu fyrst og fremst en líka Ragnari Þór eru Halldóra Sveinsdóttir Bárunni og Finnbogi fyrir vestan og Agnieszka. Þetta eru 3 af 5 í verkalýðsmálaráði Samfylkingarinnar sem hafa valinn og margir inn í Samfylkingunni haldaði fram. Þetta hefur meira og minna svona hálfparti verið handvalið af Kjartani Valgarðssyni sem er formaður framkvæmdastjórnar og það er talað það er svona kurr inn í Samfylkingunni af hverju í veröldinni er fólkið okkar að taka afstöðu þessum málum og gegn þeim sem að vilja koma með, hvað ég að segja, vorið í verku. Já, það er ekki beint svona sáttasemjandi leið að gera Agnieszku að formanni verkalýðsráðsins. Það finnst manni ekki. Hún er ekki formaður, sko. Hún var það? Nei, hún er ekki allavega. En það er hann Logi og það er líka Helga Vala er inn í þessari sömu frétt og þau það næstuði, það var svo deilum, það var næstuði tónnin eins og Trump var með, það eru gott fólk á báðum örmum, maður getur því eftir átökin, en ég er ekki að segja það. En þau taka svolítið þá afstöðu, af hverju hætti fólk ekki bara að rífast, eins og þetta sé ekki umneimt sérstakt málefni, sem að ég held og því miður held ég að sé þannig að margir í samfélaginu halda, að þetta sé bara einhver fíla og röfl og óþroskað fólk, alveg sama eins og við við Rauðaborðið, við margsins farið yfir hvaða málefni þetta snýst, að þá held ég að stór hluti fólk sem ennir ekki að setja sín í þetta geti kosið þá afstöðu að þetta séu bara eitthvað leiðindi, eitthvað rifrildi á milli fólks og þá kemur oft afstæða sem af hverju getur bara fólk ekki sæst og þá er ekki bara best að kjósa Framsókn sem afstæða. Þessi umræði mynd mér smá hvernig þetta er stundum þegar þú tala ofbeldismál eða einelti. Þú veist að ef þú kemur utanfrá og þú horfir á þetta og þú sér að allir eru í einhverju rugli að rífast og bla bla bla. Það skiptir mjög miklu máli hver byrjaði, hver er að gera ofbeldið og hver er að halda því áfram. Kannski er ein hliðin búin að reyna að koma til sátta og reyna að gera hlutina góða en þá kemur aftur hinn hliðin og gerir árás eiginlega, það skiptir gríðarlegu máli, þá er ekki nóg að koma og segja bara getum við ekki öll verið vinir. Þú veist, þá þarf einhvern veginn að finna hver er rótin. Já, breyta til. En svo er náttúrulega aðalatriðið, þetta er náttúrulega snýst pólitík, hópur vill breyta Alþýðusambandinu, annar hópur vill það ekki og ég hefði kosið að það hefði verið lýðræðislega kosning það. Hvað vill Alþýðusambandið gera? Vill að verja gamla Alþýðusambandið ekki? En við ræðum þetta við Ragnar Þór. Við ætlum ekki að tala mikið Áður en við förum í fréttaefilitinu úr verkalýðsmálum og þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram frumvarp sem myndi afnema skyldu aðild að verkalýðsfélagum. Og þau segja að þetta sé svona félaga frelsismál. Mannréttindamál. Já. Það er svona svolítið skrýtið. Óli Björn er fyrsti flutningsmaður. Hann var líka með Bjarna Ben á landsþingi IL-flokksins. IL-flokkurinn í Bretlandi, hann ætlar að brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Hann ætlar að með fyrirætlanum það að verði eiginlega bannað að bara mótmæla. Það verður ónæstu ómúlegt fyrir verkalýðsfélögin að fara í verkfall og þetta er náttúrulega bara stefna hægri flokka alls þar í heiminum er að brjóta niður verkalýðshreyfinguna tókst í Bandaríkjunum vegna þess að verkalýðshreyfingin er náttúrulega það sterkasta afl sem almenningur hefur til þess að hafa mótandi áhrif á samfélagið og hægri vill ekki þær breytingar og reynir að bara hvað við að kalla, slá baráttutæki úr höndunum á Það er ekki auðstéttunum í hag að hafa öflugar verkalýðshreyfingar. Nei, hægrið náttúrulega vill að bara auðstéttin ráða þessu einn og verkalýðurinn sé ekkert að trufla það. Bara að fá þær ölmusur sem að þau vilja láta fá. Þóttu sé klætt inn í eitthvað búningum, eitthvað frelsi, að þá er það frelsi sem að enda náttúrulega með því að það verður algjörlega ófrjáls verkamaður og verður bara að þykja þau laun sem að sá sem að vill hafa því vinnu þann daginn vill borga þér. Og einmitt eins og þú bentir á eitthvað á Facebook daginn að þegar þú ert komin inn í verkalýðsfélaga það er alveg töluvert mikið og virt lýðræði þar
meira en í stjórnkjörun okkar í rauninni, Já. beinar kosningar og kosningar kjarasamninga og annað. Alls er það kosningar, hvort það er að fara í verkvall, hvort það samningar þessu samþýttir, hvort þú vilja ganga út úr ASÍ, þá er það 2/3. Ef að, ég held að það Þetta er bara ég spyr Ragnar af því, hvort að hann haldið að 2/3 kjósenda innan VFR myndu samþykja það að VFR eða Landssamband Íslenska Vestmanna myndi ganga undur. Það er áhugavert að sjá. En einu frétt frá Svo er það líka eitt sem að því að þetta er náttúrulega lýðræði og í lýðræði er þannig að við bara tökumst á og svo er kosið og þú vinnur þetta árið og ég næsta árið og eitthvað svona og við sættum okkur við það. Tónnin í þessu er eitthvað þannig að ég varði undir þarna og þá á ég rétt að fara bara úr félaginu. Ég veit ekki, þú veist, þannig er þetta ekki þjóðfélaginu. Ég get ekki bara gengið úr þjóðfélaginu að því að þú gæst Bjarna Ben og hann er að reka ríkissjóð með þessum halla og ég er ósáttur við það og get ekki bara gengið út úr því. Þannig að ég veit ekki alveg sko, kannski ættum við að taka þetta alvarlega og fara að ræða svona lýðræðismál. Á þess að vera giftur er þetta ekki smá eins og að vera giftur líka og það er svona win-some, lose-some og svolítið vinna með það sem þú hefur. Jó, það er ábyrgð. Það er ábyrgð að vera í ykkur og líka það er ábyrgð að geta tekið í að verða undir. Við kannski ræðum það líka við Ragnar Þóra eftir. En þessi frétt frá útlöndum að Biden og demokratarnir hafa svolítið verið að hóta núna Sádi-Arabum fyrir það að vera að hækka markaðsverð á olíunni. Þeir Sádi-Arabar og OPEC-ríkin hafa minnkað framleiðslu á olíu eitthvað 2 milljón tunnur á dag. Og þetta mun hafa töluverð áhrif á það að hækka olíuverð og orkuverð þar að leiðandi. Og Bandaríkjastjórn er búin að vera að beita sér fyrir því að láta þetta ekki gerast og Sátarnir eru víst búin að vera svolítið að pressa á hin OPEC-ríkin að ná þessi gegn. Þannig að demokrater eru meira að segja mögulega að veifa því sko að hætta varnarsamstarfi með Sátum og varnarsamstarf því að selja vopn. Uppáhaldsmenn Bandaríkjastjórnar í Austurlöndum eða Arabalöndum. Það er búin að vera að selja þeim vopn sem að Sátar eru síðan að nota til að fremja bara þjóðamorð í Jemen. Þannig, já, en það er áherslu. Sátarnir vilja fá aftur 8. áratuginn, þar sem að væri samdráttur og verðbólga. Þetta var nú gullalda tími Orkukrísan. Þá var olíumálaráðherra, þú er svo ungur, þú mannst ekki. Það var olíumálaráðherra Sádi-Arabíu, eiginlega bara aðalmaðurinn í fréttunum. Já, þá skipti þetta svo miklu máli. Og það fer að gera það aftur. En það er spurning hvernig þetta þróast. Það er mörg mál þarna sem við ætlum að taka fyrir í framhaldinu. Algjörlega, það þarf að ræða mikið þessum mikið nánar. Við látum þetta duga af fréttum dagsins og höldum við reyndar áfram að tala fréttum dagsins við Ragnar Þór Ingólfsson eftir augnablik. Já, hann er komin hingað Ragnar Þór Ingólfsson, velkominn. Takk. Sko, ég ætlum ekki að biðja að fara að rekja kannski hvað gerðist og eitthvað svona, það eru kannski yesterday news, eins og þeir mann segja. En núna er komin bara önnur staða og hún er svo að það er búið að fresta þinginu í 6 mánuði og þú lýstir yfir að þú verir hættur afskiptum að þessi. En Kristján Þórður, félagiðinn, hann segir að það sé hans hlutverk að ná þessu saman aftur og maður heyrir það líka í fréttunum að, ég veit ekki með Halldóru, en allavega hjá Ólöfu Helgu var svona tónnum að svolítið svona móðulegu tónn til ykkar að því að þetta draga andan djúpt og hvort þið geta ekki komið aftur. Erum við að fara inn í 6 mánaða tímabil sem að snýstu það hvort að þið ætlið að koma eða hvort þið ætlið ekki að koma og munu átökin halda áfram eða
þessu bara lokið að þú hættu þínum afskiptum að þessi og síðan munu félagaðinir í Vaffer taka afstöðum það, hvort að Vaffer ætla að hætti að þessi? Já, í sjálfu sér já, þessa vangaveltur í sjálfu sér sem eru í gangi varðandi þetta ég bara hef í sjálfu sér enga skoðun á þeim. Að ná hópnum saman aftur? Nei, það allt annað mál en ekki á þessum vettvangi. Það verði ekki inn á ASI? Nei, ekki hvað mig varðar, sko. Ég, þegar þú tekur svona ákvörðun að stíga svona frá þetta mjög stór ákvörðun að stíga frá borði með þessum hætti sem ég gerði og þetta ekkert gert af einhverju léttúð eða bara í einhverju geðsræringu, þú veist, þetta var bara við bara ákváðum þetta, ég og kona mín í gærmorgun að þetta bara ekki þess virði að fara í þennan slag. Þú sagðir að hér við rauðaborðið að þetta var úrslitað til þeim. Annarkvort næðist að búa til sterka heild út úr ASI eða þú ætlar að fara frá borði eða hætta af sér. Og úrslitað til þeim var þarna á þinginu og það kom í ljós á þriðjudagsmorgni að hún myndi ekki ganga að gegna. Nei, það var ljóst að þetta var ekki að fara að ganga og ég nú svo sem ekkert vanur að kasta inn handklæðinu vanur frekar að taka slægina bara og það var eitthvað þarna sem að brast varðandi þessa tilraun og já og þetta var bara niðurstaðan og þetta bara rinni val. Ég átti þarna leið út. Ég gæti ekki séð að ég hefði leið út ef ég hefði náð kjöri. Man er ekki kjöri í svona stöðu og gess svo bara upp. Þá bara þarf maður einhvern veginn bara að... Það berði náttúrulega ábyrgð á ASI í 2 ár. Já, ég meina þá náttúrulega bara ertu komið með þetta í hendurnar og þarf bara að fylgja því. Þú vildir ekki fá þetta í hendurnar? Vildir ekki fá Halldóru Sveinsdóttur á Selfossi í fangið? Þetta var bara orðið gott og ég hafði þarna val og valið rauninni bara stóð það að ég hafði þarna útgönguleið til þess að fara bara aftur yfir í Vaffer og taka bara slaginn þar sem hefur gengið bara alveg ljómandi vel með fólki og starfsfólki og stjórn og trúnaðaráði sem að bara algjörlega frábært. Þú veist, það mikið samheldni, stuðningur, stemning, við erum hópur, við erum liðseild, það engin skoðun sem merkilegri en önnur og við svona vinnum með væntingum og hvað segja, hugðarefnum stjórnamanna, alveg saman hvort þeir séu nýir eða hafa setið lengi og þetta hefur bara virkað og Og þau eru horfir yfir svona liðin ár. Já. Er það sem að þú hefur starfað inn í Vaffer, það hefur virkað og gengið ákveðlega. Orkan sem þú veitt í ASI hefur engu skilað? Þetta hefur verið reyni bara tókstreita og eiginlega alveg frá því að ég var beðinn að koma inn í forsetateymið til þess að reyna að laga það sem hægt var að laga þá sem sagt var ég svona eiginlega farin út úr þessu sko en bara því leytinu til að ég vildi ekki vera ég gat bara ekki vera að eyða orkun í vettvang sem að var svona eins og segi bara ekki góð ára yfir þessu öllu saman þetta var ekki fyrir mig þú veist þú ert bara maður vill eyða orkunni á þeim stöðum sem að hún skilar árangri með fólki sem að hefur svona skilning á því hvert þú vilt fara og það tók tíma að ná Vaffer á þennan stað þegar ég kem inn 2017 þá vorum við vorum bara á tímamótum stjórnin þar ég kem inn, ég svo sem ekki með mér sko enga lista eða enga stjórnarmenn og Og ekki spáðu langlífið því að allir formenn þar á undan höfðu raunverulega bara setjast út. Já, allir verið feldir í kostingum. Ég var 50 formaðurinn á 9 árum þannig að þetta hafði og ég náttúrulega var búin að vera í stjórn og stjórnastarfið hafði litast af miklum átökum og deilum þannig að okkur tókst og þetta var hellingsvinna, þetta tók tíma að ná þessu saman
það sem blasti við mér innan Alþýðusambandsins var rauninni verkefni. Ég held að þetta hafi alveg verið yfirstíganlegt og ég hafði alveg trú á þessu. En í miðjum kjarasamningum með þetta eitraða andrúmsloft og þennan kúltúr einhvern megin og þetta persónulega hatur að þá eiginlega var engin önnur ákvörðun að taka heldur en að einbeita sér bara sínu félagi, fara núna kraftinn í kjarasamningana og reyna að ná bara sem bestri niðurstöðu fyrir okkar félagsfólk og vera ekkert að dvelja við þetta, taka bara þessa ákvörðun, hún stendur og þar bara við situr. Hversu mikilvægt ASÍ fyrir VFR? Síðast náðu við samningum og það var ekki fyrir atbein af Alþýðusambandsins. Heldur kom ASÍ svona eftir á að tók að sér einhvern veginn samninga við ríkisvaldið eða einhverjum hætti eða hversu háð VFR því að hafa Alþýðusambandið með sér í kjarabaráttu? Í síðustu kjarasamningum þá myndum við bandalag nokkura félaga. Það var með Herði í Grindavík og því góða félagi. Eiður Stefánsson fyrir félag verslunar og skrifstofufólks á Norðurlandi. Ég fyrir VFR og náttúrulega Líf með Eið og svo náttúrulega Villi og Sola og þetta var ekki fjölmennt bandalag. En við náðum, fannst mér merkilegum árangri, sérstaklega fyrir það sakir að við vorum komið með heilmikinn aðgerðapakka frá stjórnvöldum án þess að fara með það í gegnum Alþýðusambandið. Og það sem ég hugsaði með mér í aðdraganda þingsins að finnst við gátum þessi hópur og ef okkur tækist til dæmis að fá breiðari fylkingu til dæmis innan starfsgreinasambandsins og iðnaðarmennina með og jafnvel sjómenn að Þeim veitir nú ekki af ykkur aðstoð sjómönnum, þeir ná ekki góðum samningum. En þeir eru þeir að glíma við erfiðast að hluta Íslands auðvalds. Þeir eru að gera það. Endilega takið það með. Og ég bara sá eitthvað tækifæri. Kannski var þetta bara einhvers barslegu draumur að þetta geti tekist. En ég bara ímyndaði mér fyrst við náðum þessu þó. Og ég held að þetta hafi verið góðir samningar. Og fyrst við náðum þessu þá hugsaði með mér, ef við náum breiðari fylkingu og jafnvel að draga Alþýðusambandið með okkur sem vettvang í þessari baráttu að þá værum við bara einfallega óstöðandi og þetta svona draumur sem ég gengi með í maganum í mörg ár. En það eitthvað Alþýðusambandið, nú samningsumbúðir alltaf hjá félagunum, iðnaðarmennindi geta komið með þeir og þau félög í starfsgreinasambandinu sem að vilja. Jú, þarf VFR eitthvað Alþýðusambandið? Í sjálfu sér ekki. Við þurfum ekki á Alþýðusambandinu að halda. Við erum með allt svona innandyrir hjá okkur, alla greiningar og ýmislegt annað. Efling líka. En þú veist, ég veit ekki kannski tala Alþýðusambandið sem eitthvað óþarft fyrirbrigði en þetta vissulega vettvangur og verkværi sem hægt að nýta betur og þá ég ekki að tala niður til starfsfólks eða personur og leikenda. Ég einfaldlega að tala það að ef við horfum að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins, þau hafa sterkt sig árum saman að því að ná 80-90% af sínum áherslumálum í gegnum löggjafan. Við erum hins vegar alltaf í þessu varnarhlutverki, skrifa umsagnir. Þeir eru vættum rauninu verið að skrifa leikreglurnar. Þú veist að Halla Gunnarsdóttir fyrirverandi framkvæmdastjóri andmælti þessu fullyrðingu þínum í dagmálum á Morgunblaðinu og sagði að Alþýðusambandið hefði verið miklu meira áberandi heldur en viðskiptaráð og SA. En það ekki nóg að skrifa ályktanir og Facebook-statusa, það þarf að hafa fyrir þessu. Við vitum og við erum búin að greina hvernig okkar mótæðar vinna og ef ég bara svara þessari fullyrðingu og þá skulum tala bara árangurinn. Hvað féll verkalýðshreyfingunni í hlut varandi kröfur og þá ég vísi COVID-aðgerðir stjórnvalda. Hverjir unnu þann slag, aðgerðapakkaslaginn. Við erum algjörlega undir þar, fyrirtækin og atvinnulífið, það bara domineraði í bæði upphæðum og aðgerðapökkum. Fengu allt sem við báðum. Ef við horfum á efndir stjórnvalda, nú þegar við kláruðum síðasta kjarasamning, þetta komu félögin með þarna í restina og komu
með eitthvað að borðinu náttúrulega líka en við byggðum þennan samning og síðan enda þetta náttúrulega þannig að þetta var breiðfylking á bakvið samningin sem slíkan en aðkoma var ekkert mikið meiri heldur en það hjá Alþýðusambandinu og öðrum félögum. Þannig að mín hugmynd var svo að snúa vörn í sókn og eins og ég segi, við skrifum leikareglunar, við tölum við þingmennina, við lobbyum fyrir þessu og við snúum þessu bara við. Sérhagsmunaöflin geta svo komið og veitt umsagnir en við bara þurfum að fara miklu meiri ákveðni og þetta er náttúrulega augljóslega miklu meiri vinna en þetta er breytt nálgun og breytt hugmyndafræði og það er alveg nægilega mikið af öflugu fólki innan hreyfingarinnar til þess að fylgja þessu eftir ef við beitum okkur rétt átt. En þið langar til að gera það, en þú hættur afskiptið af ASÍ. Hvað ætlar að gera þetta? Við höfum verið að gera þetta á vettvangi VR. Við höfum gert ýmislegt þar. Við höfum verið að beita okkur fyrir mjög, við höfum beitt okkur mjög í húsnæðismálunum og auðvitað er það ekki nóg. Við erum bara eitt stéttarfélag þegar þú sest við borðið hjá stjórnvöldum að þú ert nánast ekki með samningsstöðu. Ég held að sé sko óhætt að segja það þó er sínu stærsta félagið. Og ég get alveg farið með VR á móti samtökum atvinnulífsins og fengið þokkalega niðurstöðu út úr kjarasamningi en ekkert í líkingu við það sem við getum fengið ef að það væri breiðfylking á bakvið kröfurnar. Þeir langar í þessa breiðfylkingu, en þú ert gengin frá ASÍ. Hvað er það að finna þessa breiðfylkingu? Já, sko, það sem við vorum byrjuð að gera áður en við fórum inn á þingið og það kannski útskýrir vinnuna sem við vorum búin að leggja í þetta að auðvitað vorum við búin að taka ótal símtöl og ræða hugmyndafræði, sammælist það að reyna að efla þetta í staði fyrir að ganga frá þessu. Við vorum byrjuð að hittast á óformlegum fundum á vettvangi Alþýðusambandsins með iðnaðarmönnum, starfsgreinasambandinu, verslunarfólk og ég held að sjómenn hafa nú verið á einhverjum að þessum fundum með fulltrúi sjómanna, ekki öllum reyndar, en þar var bara það var einhver stemning og einhver svona nisti sem ég hef ekki séð áður í svona breiðum hópi innan hreyfingarinnar og ég hef búin að vera í þessu 14 ár, 8 ár í stjórn VR og tekið þátt í nokkrum samningum og svo sem formaður í að verða 6 ár og það vakti svona hjá mig vonum að við gætum sko mögulega ná þessu og þá náttúrulega sá ég Alþýðusambandið sem ákveðin vettvang til þess að leiða þá vinnu. En þú hefur það ekki lengur? Þetta þá búið til nýjan? Samband stéttarfélaga? Nei, ég held við getum alltaf myndað bandalög og bandalög hafa yfirleitt verið mynduð utan Alþýðusambandsins. Bara svona sögulegu samhengi, Flóabandalagið og fleiri bandalög. Það hefur verið fleiri en 1 bandalög og fleiri en 2 bandalög. Það er oft bara í svona kjarasamningum í hvernig menn nálgast samtök atvinnulífsins eða hvað það hét þá, vinnuveitendasambandið. En þú ert svolítið að tala svona vettvang þar sem eru kröfur almenningsteknar og verkefnishreyfingin beitir sér fyrir því til þess að breyta húsnæðispólitíkinni, til að breyta skattapólitíkinni. Jú, og þetta er alveg hægt og við getum alveg fóstrað slíka vinnu og haldið utanum. Við erum bara með það sko, mikið mannauð og mikið kraft og sérfræðiþekking okkar félögum að við getum þetta alveg. Og mér finnst ótrúlega sorglegt eitthvað með hvernig þetta endaði alltaf því að maður hafði töluvert mikla væntingar. En að sama skapi að vera búin að stíga frá þessu er eiginlega ólýsanlegu léttir. Þú veist, að vakna núna í morgun og maður bara svona einhver megin, ég vaknaði einhver megin í morgun bara sem frjáls maður og það er kannski tilfinning sem að segja kannski svolítið mikið úr hvaða umhverju maður er að koma. Þú þurfi bara að semja við Halldór Benjamín og Bjarnar Benediktsson en ekki Halldór Sveinsdóttur. Já, en eins og ég vil helst ekki þurfa að tala mikið niður til ákveðina hóp og ákveðin fólks en þetta er það sem það er og allt snýst val og
ég sé ekki til fyrirstöð að þetta samtal sem átti sér stað á vettvangi Alþýðusambandsins með þessum breiða hópi, að það á alveg geta átt sér stað við borðið hjá okkur eða í húsi fagfélagana eða hjá Villa, skilur. Það á að vera hægt að taka þetta samtal hvað sem og ég skynjaði bara ótrúlega svona einhvern kraft og útskýran kraft sem að ég hef ekki svona fundið áður, og ég held að sé ennþá hægt að virkja þetta og það verður klárlega, nú náttúrulega fer ég að snúa mér því að hefja vinnu við bara, þú veist, að ræða okkar kröfugerð við Samtök atvinnulífsins. Samhliða því mun ég heyra í fólki og sjá hvað þetta að gera, og við sjálfsagt þurfum ekki Alþýðusambandið. Þetta var bara eins og segið, þú veist, eina sem vakti fyrir mér var að reyna að fara fram á þessum vettvangi Alþýðusambandsins. En það aftur á móti, það er bara full reynd að mínu mati og hvað gerist með Alþýðusambandið, ég hugsa þetta þannig í dag að það er bara mjög óviðkomandi. Já. Þegar þú varst fyrst í kjöri til formanns VFR, þá má ég segja að þú hefði farið gegn Alþýðusambandinu. Og þá var verið að tala það að mögulega ætti VFR bara gang úr Alþýðusambandinu. Svo umræð hefur verið í gangi meira og minna frá því að VFR var dæmt inn í Alþýðusambandinu 1962. Hver heldur að sé svona viðhorf almennra félagsmanna? Heldur að almenni félagsmenn í VFR sjáu það sem nauðsynlegt að VFR sé inn í Alþýðusambandinu? Heldur að sumir sjáu kannski eftir, hvað er það, 72 milljónir sem að þið borgið þar í svokallaðan skatt? Við erum að borga núna í ár 175 milljónir. Já, 175 milljónir. Hver heldur að sé, Sólveig Anna sagði að það var eiginlega engin spurning sem fengið ofta frá sínu félögum, heldur akkur eru við í Alþýðusambandinu? Hvað fáið við fyrir það að vera í Alþýðusambandinu? Og hún sagði að hún ætti alltaf erfiður með að svara þessari spurningu. Já, ég get kannski ekki svarað þessu beint, en þetta er í sjálf sér spurning sem ég er ekkert að velta neitt upp sérstaklega núna, vegna þess að núna verðum við bara að fá að fókusa á verkefni sem eru kjarasamningar og nú þurfum við bara eitthvað að íta þessu máli bara til hliðar. Ég veit að þetta fer ekkert frá okkur, en verður ekki líka ná alveg frábærum samningum, Ragnar, eftir þennan forleik? Jú, það er ekki boðið fyrir ykkur að koma með eitthvað vesaling samning. Hefur það okkur stórkostur samningi? Og það er kannski, já, ég ætla alltaf ekki að eyða meiri orku í Alþýðusambandi í bili. Við förum í kjarasamningana núna og þegar við erum búin að ná að klára þá, þetta geta þeir tekið eitthvað tíma, maður veit svo sem ekki hversu langan tíma þetta tekur, en það fer eftir svolítið hvað við náum breiðri fylkingu á bakvið kröfurnar. Ef við förum bara ein og sér að þá getur þetta tekið einhver tíma, mögulega styttri samningur og engin staða gagnvart stjórnvöldum ef við erum breið fylking, að möguleikarnir eru bara stórkostlegir, bara hugsa til þess hvað við gætum gert, hvað við gætum verið með í höndunum, hvað var það aðgerðir gagnvart fyrirtækjum sem að hafa litla samúð í íslensku samfélagi, nánast alla starfsgreinar sem væri undir. Við varum að tala skærur, ekki allsherjarverkföll sem að tæma sjóðun okkar á örfáum dögum. Við gætum haldið út í aðgjörum fyrir brota fjármagnstekjum. Þú talum að loka Keflavíkurflugvelli, loka höfnunum. Já, ég meina, eins og menn hafa gert í þetta er allt bara möguleikar og þú veist, og það er í sjálfu sér bara eitthvað sem að slík breiðfylking væri bara með í vopnabúrinu, og bara vera með slíkt vopnabúr gerir bara það verkum að við getum nánast teiknað bara upp okkar kröfur og okkar leikreglur og fengi bara mögulega gríðarlegar breytingar í okkar samfélagi til þess betra fyrir bara, ekki bara vinnandi fólk, heldur bara almenning. En nú líður tímir hratt og hugmyndin að gera þetta á vettvangi Alþýðusambandsins gengur ekki upp, þannig að þið hafið til að skamma tíma til þess að láta á það reyna hvort það sé hægt að búa til svona samstöðu og mæta
í kjarasamningana sem breiðfylking? Já, við höfum lítinn tíma en ég hef líka mikinn tíma vegna þess að ég þarf ekki að eyða orkunni í annað heldur en þetta og það er líka mjög jákvætt að ég er ekki að fara að eyða orkunni í að slökka einhverja elda innan alþýðusambandsins, nú fer bara fókusin í þetta. Ertu ekki í miðstjórn það sé? Nú er þeir allir í sömu hluturkum við voru áður, það var ekki kosið mitt. Ertu í miðstjórninni? Væntalega er ég skráður þar ennþá inni. En þú vart ekki að mæta? Nei, að sjálfsögðu ekki. Þetta er ekki vettvangur sem að ég er búin að stíga frá þessu. Ekki mínútu meira inn í Guðrúnartún? Já, ég veit ekki hvað ég þarf að segja þetta oft en sko þingi í dag, ég var svolítið hugsi eftir þingi í dag vegna þess að því var fresta sko, þetta er eins og bara þetta hljómar eins og bara að vera að komast út af einhverju ofbeldissambandi og þið ætlaði að gefa þessu 6 mánuði skilur, og ræða svo málun aftur. Þetta er svona Þetta skilja en búa saman. Já, þetta er svona eitthvað haldið með slettum mér svolítið, þú veist að vera að setja þetta þannig upp. Lastu í það voru bara 20 sem að greitu atkvæði af 299 fulltrúum sem voru boðaðir á þingið, greitu atkvæði með því að þeir eru ekki frestað og gengið til stjórnarkjörs eða kjör í embætti. 20, það er ekki margir. Það eru, ég kann ekki rekna það er innan við 8% af þingfulltrúum sem að voru þá í harðlínu á gegn ykkur. Já, þetta er, ég velti svo mikið fyrir mér, sko, af hverju þessi leið, ég menna, ég voru að hafa stórum það að við hefðum ekki stuðning, værum ekki með stuðning fyrir okkar kjöri. Og þið voru átt farin, og það væri ástæðin fyrir því að við fórum og ég veit ekki hvað, þú veist, það þá náðu samt ekki meira eftir það. Alls konar sögur, svo stígu við til hliðar og ég leit þannig á að ég hugsaði bara þannig að krafa þessa hóps sem var að bjóða sig fram og hefur talað mjög níðingslega og harkalega gegn okkur að gera allt, og þetta er náttúrulega bara yfirlýst krafa þeirra, að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir að við náum kjöri. Ég tek ákvörðun að stíga frá borði og þegar ég geri það þá felst engin hótun í því að það hangi eitthvað annað á spýtunni, heldur bara gjörðu það svo vel, hér er kyndillinn, nú fáðu bara þetta verkefni og ég meina það þegar ég segi það, bara gangi ykkur vel, gangi ykkur sem allra besti, ég reyna að ná góðri niðurstöðu fyrir vinnandi fólk og sérstaklega ykkar félagsfólk í ykkar félögum, þú veist, það leggur ykkar ábyrgð og ykkar skyldur og vonandi bara gengur það vel. Og síðan gerist það að mér sýnist að stuðningur við þennan hóp og sem að hafi búið sér fram gegn okkur allt í einu virðist iðnaðarmanna samfélagið og fleiri félög sem eru þarna eftir á þinginu fara bara eitthvað á taugum og hvort þau átti þess á því að þetta sé nú kannski endilega hópurinn sem að þau höfðu séð fyrir sig til þess að stýra alþýðusambandinu næstu 2 árin og ég veit ekki hvort að það var niðurstaðan en það bara myndast eitthvað paníkástand og það er bara farið í að fresta þinginu og það er samþykkt með miklu meirihluta. Ég veit að mínu fulltrúar sem voru á þinginu í gær spurðu mig í gær hvort þið mættu mæta á þingið og ég sagði, ég ætla ekki að banna ykkur að mæta á þingið. Þið eru kjörnir fulltrúar og þið bara takið ákvörðun sjálf. Þið gerir það ekki í minni óþök eða félagsins. Það er algjörlega sjálfstæð ákvörðun. Allt þetta fólk labbaði með mér út. Og ég vissi svo sem bara það að það voru þarna einhverju fulltrúar frá okkur sem ætluðu að fara á þingið og krefjast svara. Krefjast svara að fara á þessu fólki. Hvað þið gengið til og vildu bara fá svör. Og það var svona megin markmið þess að mitt fólk fór þarna þingið. En síðan... bara var þessi stærðarhlutvöld. Þið farið á þinginu og það er svona cirka helmingur sem fer. Helmingurinn situr eftir rúmlega. Þá kemur í ljós að þeir sem að vilja raunverulega að mótframdóttur ykkar nái kjöri, að þeir eru bara 20. Þannig að langstæsti hluturinn af þeim sem eftir er fólk sem ekki vildi þá lausn en var samt ekki viljugt til þess að styðja ykkur.
Já. Hvaða staða er það? Þau vildu sem sagt að handspyrnurhreyfingin veldi ykkur undir uggum að þið fengið ekki nógu gott kjör á endanum. En svo þegar þið lappið frá borði og þau horfa fram á að þau getur setið uppi með Ólöfu Helgu sem forseta og þræfnandagötunum, að þá bara viljaðu þannig kosti ekki heldur. Nei, þetta er alltaf því komist en sorglegt enga síður að ég fór í þetta að sko raunverulegur hugsjón og bara mér langaði að reyna á þetta. Ég veit ekki hvort að maður sé bara búin að vera í svo lengi eða ég veit ekki hvað það er. Það er bara, já, þú veist, það er kannski ekki líkt mér að taka svona ákvarðanir en þetta var bara ekki alveg mín ákvarðun heldur. Þetta var okkar hjónanna. Þegar þú varst í frambóði, fyrst mótframbóð í VFR síðast, þá var svolítið ráðið þarkar á þig. Og ég man ég heyrði viðtal við þig á Rás 1, með Sillu, segðu mér. Og þá varstu að fara yfir hennar tíma og þá varstu eiginlega slegin af því hversu harkalega árásirnar voru. Já, það voru mjög harkalegar. Ég var nú svo mannst þjóðkendur á forsíðu fréttablaðsins. En núna verður aftur fyrir svona harkalegum árásum. Já. Þannig það gís upp þegar þú ert að... Já, að sjálfsög gís það upp og þetta er náttúrulega mikið sko álag. Ekkert bara á mig. Við höfum 5 börn saman og þetta er engin smábörn lengur. Þau lesa miðlana og þau heyra fólkið hvísla og þegar pappið þeirra er kallaður ofbeldismadur sem að vill reka fólk fyrir enga sakir, valdasjúkur, bara klikkhaus eða hvað sem það er nú allt saman. Hugsunarlaus, ómerkingur. Já, og þetta bara glimur áfram á þess að fyrir þessu séu færð nokkur einustu rök og bara, þetta eru bara árásir, ósannandi og við bara ákváðum það þarna að það væri skynsamlegast í þessari stöðu að stíga frá borði. Þessu mundi aldrei linna, alveg sama hvort ég næði kjör eða ekki. Þessu mun ekki linna, þetta mun halda áfram. Já, þetta mun halda áfram. Og meiri segja eftir að ég steig frá þessu, að meiri segja, ég steig frá borði og segja bara, gjör þessu vel, þið bara takið þetta. Þá heldur þetta áfram. Þetta linnuleysa þessar árásir og meiri segja í dag, þá er viðtal við Halldóru í Bárunni, það sem að hún segir að fullir það að ég og Vilhjálmur höfum stutt hópuppsagnir, við stuttum hópuppsagnir, við ætluðum að reka allt fólkið. Ég er búin að vera í VFR núna að vera 6 ár, kem inn í svona, já, það eru átök og ég er erfiðri stöðu hjá félaginu. Ég hef ekki sagt upp einasta manni. Villi er búin að vera með sitt félagi 18 ár, hann hefur aldrei þurft að segja. Einhvers sagði líka að þetta verið bara plana plott hjá ykkur, að við þinginu og ganga svo út. Hugsaði hvað þetta er sjúkt. Þetta er sjúkt ástand að þurfa að setja undir þessu. Að þarna er fólk sem að fær sínu framgengt að koma í veg fyrir að við náum kjöri. Við stígum frá borði til þess að fá frið. Ég bara bað vinnufrið. Ég óskaði þessu fólki góðs gengis. Ég óskaði ekki því illt að halda að það sé að fara gera fólki eða launa fólki eitthvað sérstætt ógagn eða vilja almenningi eða baráttinu eitthvað illt þannig. Þetta er bara eitthvað hatur sem er óútskýrt. Ég vildi bara fá frið. Bara frið frá þessu fólki. En það var fleiri á það bakvið. Það var Björn Bjarnason blandað sér í þetta, viðskiptablaðið. Já. En þú veist, það er svolítið öðruvísi að fá árásir og gagnrýni frá sínum eigin félögum. Fólki sem að ætti með rétt að vera í sem með okkur er að berjast fyrir sameiginlegum hagsmunum okkar og sinna félagsmanna en að Björn Bjarnason, þú veist, þetta er svona þú veist bara til því að vera á vígvellinu, þú vilt fá að berjast bara á vígvellinu en ekki inn í tjaldinu með sameiginlega. Sko gagnrýni frá Birni Bjarnasyni drífur mig áfram, skilur. Það er hrósið og það er mótivering. Nú var það nákvæmlega sama gagnrýni sem hann var með, Halla Gunnarsdóttir.
Já, það var erfitt að greina á milli og enda fenguðu mikinn stuðning úr þessum ranni sem náttúrulega mjög athyglisvert en já en ég svona vonaðist til þess að það versta yrði yfirstaðið að þetta fólk kannski færi þá bara að snúa sér svolítið að sínum félögum og sínum kjarasamningum en þú veist þetta bara virðist ekki vera nóg þetta er eiginlega ótrúleg staða að vera í og þú ætlar ekki að deila tjaldi með þeim að vera að berjast á vígvellinum ég bara ber ekki kala til þessa fólks það er eitthvað bara element í mér sem að já, ég bara hugsa ekki illa til þeirra ég vonaði að gangi vel og allt þetta ég ber ekki kala til þeirra það er bara þannig Þú mátt ekki vera að þessu? Nei, þú veist, ég bara bið vinnufrið, þú veist, bara látið mér frið, leiði mér að vinna fyrir mitt félag, þú veist, ég á alveg nóg með að sko svara orðræðinni gagvart bara frá sérhagsmunni öflunum. Það er alveg nóg, þú veist, ég menna fyrir síðustu kjarasamninga þá vorum við bara geðveik, vorum við sturlaða kröfur, mannst eftir þessu, þú veist, við vorum að fara að setja bara Ísland á hausinn og það mun koma aftur núna og það var bara fullirt að þetta geðveika fólk myndi aldrei ná að ganga frá kjarasamningi en hvað gerðum við? Við gengum frá kjarasamningi við vorum með sko váer það var gjaldþrota bara þú veist á samningaborðinu þegar við vorum að klára þetta þú veist, þetta var ekkert létt en samningarnir núna verða gríðarlega flóknir og örugglega mun erfiðari en já og við erum búin að ganga í gegnum margt saman og höfum að ég tel sýnt árangur eins og árangur sem við höfum náð í Vaffer hann er bara ótrúlega flottur við erum að byggja íbúður fyrir félagsmenn Vaffer við erum að byggja íbúður við erum að stefna ríkinu með gráa hernum við erum að fjármagna sko, þá málsókn og öllum dómstigum út af skerðingunum og ellífeyri. Við erum í málsókn með neytendasamtökunum gegn bönkunum út af skilmálunum og lánunum. Við höfum náð að vinna, við fórum í smálánin líka. Og það geti erfiðleikum að finna samherja í barðunni? Nei. Og þú veist, þegar þú nærði einhvern megin að vera í félagskap, það sem að það koma hugmyndir og allir bara keyrum þetta áfram og vinnum með þessum og vinnum með hinnum og bara förum í verkefnin og það er bara, þetta er svo gefandi og skemmtilegt að sama skapi hvað er óbærslega lýjandi og niður drepandi að þurfa að vera í þessum kringustæðum. Ég er búin að vera þarna og ég veit alveg hvernig þetta er og hvað býður mín og ég var tilbúin í þetta fyrir nokkrum dögum síðan en síðan bara í gærmorgun þá bara, nei, veistu það, ég hef þetta val, þetta er svona síðasti möguleiki minn til þess að stíga frá og ég bara nýtti það möguleika og ég var að vonast til þess að fólk myndi bara virða það að í því fólst engin sko reiði eða illindi eða eitthvað slíkt. Þetta var bara ákvörðun og ég vonaðist til þess að þetta ágæta fólk gæti þá bara gert það sama og ég, stígir eitt skref tilbaka, dveljum ekki við þetta, hér er Alþýðusambandið, bara gangi ykkur vel og bara sem allra best. Nú ætla ég bara að einbeita mér að þessu og já, sjáumst. Þetta var svona, en það gerðist heldur ekki. Nei. En við skulum sjá til. Ég er allavega í betri stöðu að mér finnst í dag bara við að, þú veist, að þurfa ekki að sitja við borðið með þessu fólki. Þessi ákvörðun venst vel? Já, mér líður bara alveg stórkostlega. Þetta er óbúslega léttir og ég svo skrítið sko að maður áttar sig ekki á því fyrir maður stígur út fyrir sviðið að hvað þetta var óhollt og þegar þú komin einhvern veginn svona aftur tilbaka og ert að fara í verkefnin með fólkinu sem að þú varst að berjast með og fyrir hvaða er óbúslega upplýfgandi og mótíverandi að byrja að taka þann slag. Þannig að ég bara er ótrúlega ánægður og sáttur með þessa ákvörðun. En ber engan kala til eins eða neins og bara vonandi
já, ég veit ekki með alls í sambandi, það er bara siglir sinn sjó, bara hvað sem verður. Herru, Ragnar, þakka fyrir að koma hérna og segja okkur frá og til hamingju með þessa ákvörðina að stíga frá Alþýðusambandinu. Herru, bara kæra þakkir. Herru, nú tökum við örstutt hlé og síðan ætlum við að tala um börn eftir augnablik. Já, við erum rætt svolítið mikið við byrjum að ræða leikskóla og svo fórum við að ræða börn og barnafjölskyldur og mér finnst þetta frjó og skemmtileg umræða og langar að halda þið áfram. Og svo spyr ég stötu fólk svona, hvernig ætti ég að tala við næst og þá segja að flestir tala við hana Sæunni og hún er komin hingað, Sæunn Hjaltarsdóttir, velkomin. Þakka þér fyrir. Þetta þróast ekkert þannig að þetta byrjaði umræðan þegar foreldrar voru niður í Ráðhúsi að vilja fá meirihlutin í borginni stæði við lofur sín og 12 mánaða börn kæmust inn í leikskóla. Og þá kemur svo í ljós að kannski það ekki alveg hægt vegna þess að kerfið hefur vaxið svolítið mikið hratt og gæti kannski ekki tekið við því. Svo komur líka sjónarmið að kannski það ekki það besta sem við gerum fyrir börn að setja þau 12 mánaða í leikskóla. Og mig grunar að það sé kannski byrjunin sem ég ætti að spyrja þig um. Er það endilega það rétta sem að samfélagið myndi gera að búa til dagheimili og leikskóla fyrir 12 mánaða börn og yngri? Þannig að normi væri það að öll börn færu í leikskóla 12 mánaða. Nei, ég held að það sé reyndar ekki rétt stefna, en leikskóli og leikskóli er ekki það sama. Nei. Ef þú ætlar að setja 12 mánaða börn á leikskóla þá verður að búa miklu betur að þeim heldur en við gerum. Af því þessum börn þurfa fyrst og fremst það er tengslaðara mannesku. Og ég hef talað fyrir því og ég held að hæfasta fólki til þess að sinna þessu hlutverki og það er vinnað annars börn. Það er oftast foreldrarnir og akkur við veljum þá ekki eða gefum þeim kost á ef þeir vilja það. Að mér finnst það vera orðin dálítið aðkallandi spurning. Akkur erum við að ráða að ókunnugt fólk til þess að sinna þessu starfið sem er ekki jafn fært það og foreldrarnir. Og það er alltaf þessi peningaspursmál. Það er eins og þessi hugmynd lítil börn að kosta litla peninga. En það er bara ranghugmynd. Því að alla rannsóknir sem að ég veit sem hafa verið framkvæmdar af UNICEF, James Heckman sem er Nóbelsverðlauna hagfræðingur, London School of Economics og meiri segja hagfræðingar íslenskir sem unnu farsældarlögunum hans Ásmundar Einars að þeir sýna fram á það að peningum sem þú verð í fyrstu árin að það fjármagn það skila sér langbest í samfélagsins aftur. Þannig því betur sem þú sinnir ungum börnum og fjölskyldnum þeirra því betur farnast þeim, því minni kostnaði setna meir bæði í mennta, velferðar og heilbrigðiskerfinu. Þetta er vitað. En ef að lausnin er ekki svo að hafa leikskóla, allavega ekki leikskóla eins og þeir eru núna, að þá ertu að tala að verja peningunum í því að bara bæta
aðstöðu barnafjölskyldna? Já, ég held alveg við eigum að hafa leikskóla áfram og gefa foreldrum kost á að, ég meina, sumir foreldra... Þeir sem að vilja og þurfa? Já, sumir... Eða svo eru þetta foreldra sem að Kristín Týfir bendi á sem að í erfiðleikum með að sinna börnum sínum. Já, og ég meina, börnum er ekkit vel komið hjá foreldrunum sem að til dæmis líður illa eða leiðist með þeim og vilja freka verið vinnunni. Foreldrar geta oft sinnt sínu hlutverki miklu betur eða þeir fá að blanda þessu. Þannig að ég held, ég kalla fyrir eftir meiri sveigjanleika að þessi ekki allir stiftir í sama form, bara klukkan þetta, þá er börnin að fara í leikskóla. Og við erum ekkert að spáði hvernig leikskólanir eru. Það er svona ákveðin mýta í gangi á Íslandi að íslenski leikskólar eru góðir, punktur. Ég var alveg nöfðu að trúa því, eða ekki alveg nöfðu, maður trúði því svona upp á 1990, þá var mér byrjað að segja þetta við mig. Já. Ég ferðist Noreg og þá voru verið að tala um það að hvað íslenski leikskóla verið miklu betri inn í Noreg. Sko, þetta hefur verið trúabrögð og við hefum kannski þurft að trúa því að við ekki, ég meina, hverju eiga foreldrar, hvaða valkosti eiga foreldrar? Ef allir eru munstureyri í að setja börnin sinna á leikskóla þá verður auðvitað að trúa því þessu séu góðir. Og sumir eru það, en það eru það ekki allir. Og leikskóli verður aldrei betur heldur en fólki sem vinnur þar. Og við þurfum ekki bara mentað fólk. Það getur líka verið ómentað starfsfólk, þá auðvitað við mælum með fagmentun. En það verður að vera fólk sem hefur skilning á þörfum barna og getur þess að bregðast við þeim. Hvernig velur það fólk? Það er auðvitað vandi og þú verður að hafa þekkinguna sjálfur. Ég meina, ég held að leikskólastjórar séu ágætlega stakkbúni til þess, en það er bara svo mikil press á það. Þeir verða að taka alla. Ég meina, það... Sko, það er svo erfitt að manna. Það er svo erfitt að manna. Það er fegin að veikulabarinn hurðina. Já, það eru engar, eða mjög litla kröfur gera til þess að fá vinna á leikskóla. Allt og litlar. Svo er álagi mikið, þannig að góðu starfsmaður í hittifyrra getur verið orðin bugaður í dag. Og fyrir utan það að margir notar leikskóla svona að því þú getur alltaf fengið vinnu þar meðan þú býður eftir betra starfi, betur launuðu sérstaklega, ekki endilega áhugaverðara eða skemmtilegra, en betur launuðu og þetta fyrirkomulag er náttúrulega algjörlega galið fyrir ungbörn að það sé einn, þú veist, börn þurfa samfellu í tengslum, þau þurfa að upplifa öryggi og það gerir þau ekki með nýjum starfsmanni. Leikskólan er eitt, en síðan ef foreldrarnir eiga að hafa val að vera heima hjá börnunum, að þá þurfum við að hafa ykkur tekjur. Já, og þess vegna held ég að það sé mjög brýnt að lengja fæðingarorlofið og ég hef lagt það til að meðan við erum að bíða eftir að það verði lengt, að því auðvitað verður að lengt, það er bara spurning hvenær og auðvitað finnst mér þetta ekki gerast nógu hratt. En þá hef ég lagt það til að foreldrar fá að nýta það fjármagn sem fyrir að greiða niður leikskólaplásið til þess að þeir fái það. Og hérna þá hafi stundu verið sagt, nei, er þetta ekki bara fátækara gildra, er þetta ekki alveg hræðileg hugmynd? Að borga konunum fyrir að vera heima? Kann ef að svara svoleiðstillögum í kringu 1990? Ég veit það og það sem að var held ég þá, það í fyrsta lagi það var verið að tala um svo lágar fjárhæðir, þetta var algjör almusa. Og í öðru lagi, ég fagnaði mjög, mér finnst umræðan vera að breytast, þetta er ekki lengur bara það á nú að fara að senda konundar heima heimilin. Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá núna þegar þetta gerist í Ráðhúsinu og það verið að tala við foreldra, það voru ekki síður feður. Feður eru heima með börnin sín, þeir vilja taka þátt í uppeldi barnanna sína. Sumir feður? Margir feður. Mjög margir feður og ég held að það sé sko vaxandi fjöldi sem vill það. Og það er þangað sem við höfum að stefna og hætta að vera að tala alltaf um konurnar eða mömmunar. Þetta eru foreldrar og feður bæði bera ábyrgð og þeir vilja vera þáttakendur. Einhver sagði hér að þetta verði líka fjárfesting í þroska karlmanna að þau fengi að vera meira með börnum sínum. Já, þú fengi betra samfélag, þau fengi skárri kalla á því. Engin spurning. Ég veit ekki hvort að, já, ég meina það er bara það sem ég heyri. Ég vinn mjög mikið með ungum foreldrum og þetta og bæði mín reynsla og líka rannsóknir sína að pappar sem eru með börnunum sínum nýfættum og til að byrja með, það verða miklu sterkari tengsl við þau, þeir kynnast þeim á annan hátt og við það að kynnast ungbarnu og læra að setja þarfir þess fram fyrir þínar eigin, ég held að það sé mjög þroskandi. Þú verður skárri manneskja? Já, verður örugglega betri manneskja. Betri leikskóla sem er alltaf miklu dýrari. Þannig þú ert að tala um tvöfaldan kostnað. Já. Fleiri kennarar eða starfsmenn á barn. En við verðum líka að rekna út meira rými. Hversu dýrt það er að gera þetta ekki.
En við erum að tala um svona eins og 2-falt meiri kostnað. Já, já. Við erum ekki að tala um eitthvað Nei. svona aðeins meira. Nei, en það var gerð rannsókn hjá LSI fyrir nokkur á London School of Economics og þeir tölum, ef við heimferðum þær tölur yfir á Ísland, að við þyrftum að setja, ég man ekki, 230 milljónir í ákveðin málaflokk á ári til þess að spara 7 milljarða. Sparnaðurinn er gríðarlegur. Hvað kemur það fram? Hann kemur fram í mennta, heilbrigðis og félagsmálakerfinu. Og hann kemur fram bæði vegna foreldrana, því við erum að tala um stuðning við foreldra. Þannig að lítið barn sem fæðist, það á allt sitt undir foreldrunum. Ef á foreldrunum líður ekki vel, þá mun þessu barn ekki líða neitt sérstaklega vel. Þannig við verðum að styðja við foreldra. Og með því að styðja við þá eflum við bæði þá og heilsu barnsins, bæði andlega og líkamlega. Og styðja við foreldra, hvað er það? Er það að hækka barnabætur? Nei, það er ekki, já sko, fátækt er örugglega kannski alvarlegasta vandamáli, þannig við þurfum auðvitað að styðja við þá og það er til dæmis alveg, mér finnst það algjörn hneisa, ég er bara nýbúin að átta mig á því að það er til eitthvað sem heitir fæðingarstyrkur sem er ekki fæðingarorlof og það er fyrir fátækustu foreldrana, það er fyrir þá sem eru námsmenn og eru minni en 25% starfi. Þeir fá 80.000 krónur á mánuði. Þannig að þeir fá ekki fæðingarorlof. Þeir fá ekki fæðingarorlof, þeir fá fæðingarstyrk. Og á hverju bitnar þetta? Börnunum þeirra. Það náttúrulega er ekki hægt að lifa með 80.000. Nei, og ég hef verið með í viðtölum foreldrar sem er í námi sem er alveg að fara yfir streitu hvort þeir náu prófunum af því að ef þau ná ekki prófunum þá fá þau ekki einu sinni fæðingarstyrk. Og þá falla námslóðin. Já. Þannig að við erum að búa til alveg óbúslega streitu hjá ungum foreldrum. En auðvitað skiptir, ég meina það skiptir öllu máli að hafa húsnæði og eiga í sig og á og geta séð fyrir sér. En þar fyrir utan þá þurfa foreldrar alls konar stuðning. Þeir geta þurft fræðslu, þeir geta þurft bara mjög praktískan stuðningin á heimilið, annarkvort frá fjölskyldunum sinni eða ef það er einhverju fjölskyldu til að dreifa, þá þurfa að hafa kerfi sem að grípa röddinni. Er það þannig svona eins og heimilishjálp? Já, hjálp með barnið, ég meina einstæðir foreldrar og innflytjendur sem er eiginga fjölskyldur hérna og eru með lítið barn sem að kannski grætur og sefur lítið, það er bara beinlega hættulega aðstæða. Þannig að við getum þurft þannig stuðning, en við getum líka þurft meðferð, samtalsmeðferð. Og það er það sem ég er meitt vinn við að veita foreldurum sem að líður illa í barneignarferlinu. Sem er bara styðja þau í gegnum þetta tímabil eða ferli eða hvað svo vilt kalla það. Já. Að því líka fæðingaferlið eða það að ganga með barn og eignast barn. Þetta er tímabil svo gríðarlega mikil breytinga og breytingar geta kallað orðið eins og trigger á alls konar erfiðar breytingar sem þú gengið gegnum áður á æfinni, alls konar áföll. Og þegar ég tala um áföll þá er þetta kannski eitthvað sem fólk hefur aldrei skilgreint sem áföll. Þannig þú kemur til minn og ég byrðum að segja frá og þú segir það hefur aldrei gert neitt hjá mér, ég hef aldrei lent í neinu. En svo fyrir við að tala saman og ég heyri söguna þá auðvitað er ýmislegt, en þú ert ekki búin að skilgreina það sem áfall og þess vegna hefur aldrei unni með það. Er það vegna þess að fólk skilgreinir áfall oft eitthvað atburð sem þú gerst ekki trámað sem að þú ert að glíma við sem er langvarandi? Og það er oft verið að horfa á svona atburði eins og kynferði eða ofbeldi eða náttúruhamförum eða bílslys eða einhverju. En ósýnilegu áföllin, það eru áföllin sem gerast í tengslum, ekki síst við foreldrana. Það sem að annarkvort svona í grófum dráttum að góðir hlutir gerast ekki eða vondir hlutir gerast. Og það er ofta þetta að góðir hlutir gerast ekki, það er svo ósýnilegt. Foreldri er ekki til staðar. Það er ekki til staðar, það sinnir þér ekki, það hefur ekki áhuga á þér, það hefur ekki gaman að þér. Og flytst það á milli kynslóða þá? Ef það er ekki unnum með það, þá er það hættan. Og við erum ekki að hluta meðvituð áhrif foreldra okkar á okkur nema við skoðum það. Og það er ekki fyrir við skoðum það og verðum meðvituð það sem við getum breytt í. Er ég að tala um skatta en eftir? Þá erum við að tala um leikskólana. Við erum að tala um miklu meiri peninga í það. Miklu meiri. Fæðingarorlofið, miklu meiri peninga í það. Stuðningskerfi fyrir foreldra, hvaða lengi, þá hvernig barnið er 2 ára? Allavega, jáfnvel lengur. Já. Svo erum við líklega að tala um sveigjanlegri vinnumarkað, þannig að það sé ekki annars vegar fæðingarorlof og svo er bara full vinna. Nei. Því að barnið getur ekki byrjað í 9 klukkustunda leikskóla.
Þannig að við erum að tala bara byltingu það, hvernig við horfum á stuðning við börn og barnafjölskyldur. Já, og ég held að verðum að setja okkur við það að börn eru truflandi. Það truflandi að eignast barn, bæði fyrir foreldrana og fyrir samfélagið. Og við verðum að fara að leyfa þeim að trufla og veita þá þeim og fjölskyldunum þeirra meiri stuðning. Af því að þetta kemur bara í baki á okkur setna miklu dýrara. En af hverju þetta svona þessu truflandi? Finnst þér eins og að við viljum bara ekki tæra af þeim með það? Já, börn eiga svolítið, þau eiga ekki vera fyrir. Og þú veist, ég var til dæmis með foreldrar á námskeið núna í vikunni og þau segja að það er voðalega erfitt fólki, atvinnureikendur finnst þetta mjög mikið vesen að þurfa að vera að gefa okkur frí út af þessu. En jú, það er vesen, en ef þú gerir það ekki, hvað gerist þá? Þú veist, börn, þau taka pláss, þau kosta pening, þau hafa hátt. Og ég held að barnvænt samfélag myndi hafa meira þol fyrir því heldur en við höfum. Og þá er þetta að tala eins og að fyrirtæki átti sig á því að launafólkið eru fjölskyldur. Já. Þau kom ekki bara úr einhverjum, þú geymir það ekki í kassa á milli. Þú tekur þau ekki út úr skáp. Þau lifa lífi og það er vissulega truflum þegar að börnin þeirra eru veik og þau þurfa að fá frí. En með því að hafa meiri sveigjanleika og koma til móts við það, þá er ég alveg vissum að það myndi skila sér í meiri vinnugleði. Áttu rannsóknir sem sína það líka fyrir þá? Ég er ekki með þeirra taktinu, en það er ekki ólíklegt, já. Og bara maður hefur heyrt, ég hef heyrt fyrirtæki, velstöndu fyrirtæki eins og banka í Skotlandi sem að einmitt, leggja sér fram lengra fæðingarorlof og sveigjanlegri vinnutíma, að þeir bara vita að þeir fá glaðari og betri vinnukraft tilbaka. Þú hefur verið að tala þetta í langa tíma, ekki? Jú. Og við hverju þetta tala þetta? Ég er náttúrulega voðalega mikið að tala um fólk sem er sammála mér. Það er erfiðar að ná til hinna. Hverjir eru það sem er sammálaður? Það er náttúrulega... Fólk sem er vinna í fæginu, svo sagt? Já, ég var nú að tala hjá félagi leikskólakennara bara núna í síðustu viku og ég fekk mjög góðar undirtektir þar. Ég skil það. Já, en það er ekkit, já. En er þessi umræða bara lokuð þar inni eitthvað þeirna? Nei, ég gaf nú bók 2009 sem heitir Árans Mengimann og þá fekk ég alveg rosa svona, það var mikið viðnám og fólki fannst þetta mjög óþægilegt og ég fekk svona spurningar ætlar bara að fara að koma inn samvinskupið og foreldrum og allt þetta. Það er rosalega mikil breyting síðan þá. Fólk er miklu meira að tala um þetta og þá fekk ég með þetta, viltu bara konurnar, þú veist, fari aftur inn á heimilinn og ég heyri það ekki mikið í dag. Hvað heldur að við breyst? Ég held að það komin yngri kynslóð sem að hugsa hlutinu svolítið öðruvísi. Ungir kallmenn eru miklu virkari feður svona í það heila held ég, heldur en þeir voru. Ég held að það hefur breyst. Og það er líka, foreldrar eru meira farnir að leyfa sér núna, 2009 þá fekk ég ofta heyra ég man sérstaklega einn kona sagði, hún var, eða svo fyrsta, hún sagði, mér finnst þú að hafa gefið mér leyfi til þess að vilja vera heim hjá barninu mínu. Það var alltaf tabú. Þú varst einhvern veginn ekki svona, þú varst alltaf annars flokks og þú vildir bara vera heima með barninu þínu. Og eitt af því sem það líka breytast, að það eru þeir foreldrar sem kjósa að vera heima, að það sé, það er alveg vísir af því að gerast til dæmis með fjölskyldulandi og fleiri svona stöðum, að þeir hafa einhvern samastað til þess að hittast. Það er rosalega einmannalegt að vera heima með lítið barn allan daginn. Mömmumótnar voru til? Já, það bara er ekki nóg. Það þarf meira. Það þarf að vera einhver samastæðar sem foreldrar geta komið. Almanna rými sem maður getur komið með. Komið börnin og fjölskyldulandir er með vísir af því. Þess að getur komið börnin og þau getur leikið sér, þau getur hitt aðra foreldra, fengið fræðslu. Það þarf að búa til samfélag fyrir þessa foreldra. Þannig að þeir sé ekki að einir bara hver í sínu húsi að Ég talaði við formann í 5 fyrstu sem ég held að séu samtök sem hefði orðið til út af bókinu þinni. Ég held að. Og mér fannst það að vera eins og væri svona degla í félaginu að það hefði verið svona vitundavakningafélag, það fekk athygli á þessu. En nú væri eiginlega svona fæðast hjá þeim svona að vilja gera kröfur ákveðna breytingar. Sem mér finnst alveg frábært. Já. Það vantar kannski svona fjölskyldusamband Íslands þess að gera kröfur. Já, og svo er annað að ég meina þú ert með ung börn í stuttan tíma. Og svo kannski eru þau orðin 5 ára, þá snýrðu þeirra einhverju öðru. Já, þetta er eins og vandamálið með félagssjúklinga, það er fólk bara annarkot deyrða eða með sér og það er enginn í félaginu. Nei, einmitt. Þannig að það vantar eitthvað svona félag
fjölskyldufélag. Já, ég meina þau eru náttúrulega alveg rosalega kraftmikil og duglega. Þetta er ungt fólk sem er virkilega að láta til sín taka og þarna í fyrstu 5 og vonandi á það eftir Þetta er náttúrulega fólk sem hefur ótrúlega mikið að gera því að þau eru í vinnu og þau þurfa að sofa og þau þurfa að stunda félagslíf og þau þurfa að rekta sjálfa sig og svo hafa þau vantar tíma fyrir börnin og það er eiginlega vandamál barnafjölskyldna að þau lifa í einhvern veginn í svona strúktúr það sem ekki gert ráð fyrir plássinu sem að barnið tekur. Nei. Það er að segja, börn mega helst ekki taka mikið pláss, helst ekki sjást mikið, ekki heyrast. Það er eiginlega að forma þessar kröfur að börnin fá að vera til. Já. Eða foreldrarnir þurfi ekki að ganga á, en svo oftast held ég að sé. Þú getur gengið á vinnuna þína, en þá grefur undan framfærslunin eða kemur ekki á móti. Já. Þú getur gengið á svefnin og þá gengur frá heilsuninni, eða þú gengur frá félagslífinu og þá gengur á þig sem bara þroskaðinn sem manneskja. Akkurát, það þarf að finna jafnvægi milli alls þessa. Já, við þurfum að finna leiðir til þess að hefja það bara. Já, og ég bara þakkaði fyrir að vekja svona góða athygli á þessu og fá allt þetta fólki viðtöl þetta. Já. Það er líka leiður í því að sem að mér svona einmitt verið gangi það svona vitundavakning. Þannig að allt hjálpar og þessi viðtöl þín líka. Já, ég vona að koma ekki út úr þessu. Þess vegna heitir þetta rauðaborðið að því að hugmyndin er svo að við sem að ræða eitthvað og getum eitthvað úr þessu, þannig að við erum ekki bara í því að segja fréttir Þakka kærlega fyrir að koma. Já, takk sem leiðis. Gaman að tala við þig. Og hér á eftir ætlum við að tala það sem allir elska, sem eru skattar. Við höfum stundu talað skatta hérna við rauðaborðið. Þú veist hvort að skattarnir hafa hækkað og lækkað og skatta sem að voru og hafa horfið. En í kvöld langaðum við kannski að fjalla það hvernig þetta komast, hvernig fyrirtæki og þar með fjármagnseigendur og fyrirtækieigendur komast hjá því að borga skatta og Indriði Þorláksson komin hingað, þessu blessaður. Hansar. Ég man einhvern tímann að ég heyrði þið segja að það ætti að gera það sama við eignarhaldsfélög og það var gert við aflandsfélög sem þannig að þessi bara litið framhjá þeim að þau séu sjálfstæði skattaðalar. Þannig að ef að þú átt aflandsfélag þá það bara, þú rukkaður skatta eins og það sé ekki til. Og mér heyrði ekki betur en þú var eiginlega að leggja það til að það ætti að gera það sama við eignarhaldsfélög. Það, skildi ég þið rétt? Það er á rétt, það er ein leið sem að farin í sumur löndum að... En þetta virkar svo róttækt á Íslandi? Já, það gerir það, en staðreyndin er svo að mörg eignarhaldsfélög er ekkert annað en svona bara bankareikningu viðkomandi. Skel? Þetta er bara skel sem að er ekki með neina starfsemi. Þetta er nokkur konar svona, komum við segja, vörslureikningur, fjárhagslureikningur sem að í banka. Nema bara þarna er það í nafni aðila sem að ber sjálfstæða skattskyldu og verður til þess miðað við skattalögin að tekjur þessar aðila eru alltaf skattfrjálsar og eignirnar eru náttúrulega skattfrjálsar meðan ekki er eignarskattur og þar að þau ekki gefa reikninga þess að félagi kolranga mynd af í raunverulegu
stöðu þessa félags bæði eignarlega og teknarlega. Ef við erum að skilja þetta, segjum að það sé hérna maður sem á fyrirtæki og hann geymir eignina í fyrirtækinu í eignarhaldsfélagi. Fyrirtæki borgar arð upp í eignarhaldsfélagið, þarf hann þá ekki að borga skatt? Nei, arðurinn frá öðru félagi er skattfrjáls eignarhaldsfélaginu. En þegar hann tekur... Ef hann tekur þetta út fyrir sjálfan sem persónulega, þá borgar hann fjármagnstekjuskatt. Það er algengt að menn geymi þarna uppsafnaðan arðgreiðslur til langstíma. Já, til dæmis ef að og svo hækkar það líka í verði, líklega eignin sem hann á. Já, við komum til aðilegar hugsanlega og vendarlega á launum hjá sínu rekstrafyrirtæki og fær þannig laun til framfærslu, þannig að það sem fer inn í eignarhaldsfélagi það bara hvílir þar á skattlagt. Og þetta gildir ekki bara arðin, heldur að síðan 2008 sem við gerum breyting að söluhagnaður af hlutabrjöfum, hann var líka getur skattfrjáls. Hvernig var því breytt fyrir? Það var 2008, bara rétt fyrir hrunið svona. Þú varst nú aðstofamaður Steingríms eftir hrun, gáttu þið ekki breytt þessu? Jú, það hefði verið þess virði að gera það, en það var í svo snúast á þeim tíma sem að mann er kannski yfirsátt þetta. Ég gerði mig bara alls ekki grein fyrir því þegar þessi breyting var gerð að hún hafi verið gerð. En söluhagna gilda náttúrulega svona, hagfræðilega séð allara reglur heldur arð. Meðal annars arð er ekki hægt að borga út eða á ekki að borga út nema að hagnaður hafi myndast í fyrirtækinu, meðan að ekkert slíkt á við söluhagnað í hendi þriðja aðila. Þannig að þessi breyting hún er gerð og reyndar í lagafrumvarpinu sem að leiddi til þessar breytingar. Þá var þetta rökstutt með því að auðvelda eignarhaldsfélögum útráð sem að þá var áleitin mikil hér björgun og bergvættur á þeim tíma. Auðveldum útráð með því að þeir þurfti ekki að borga skattin á söluhagnaðinum og getur bara farið með peningin út. Akkurat, eða í aðra starfsemi sem að það. Þannig að En áhrifin af þessu eru að því að núna skattahæsta fólkið á Íslandi er yfirleitt út af söluhagnaði. Það eru menn sem hafa verið að selja fyrirtæki. Held að núna verið í fyrra hafi skattakongurinn eða svo sem var mestu tekjunar. Hann seldi litla útgerð á Snæfellsnesi og hafði tekjur upp á, ég man ekki hvað það var, 3,7 milljarð eitthvað leys. Hann hefur líklega bara átt þetta sjálfur, en ef hann hefði geymt eignina sína í útgerðarfélaginu, í eignarhaldsfélagi, þá hefði hann ekki borgað skatt af þessu. Ekki, hann hefði ekki borgað skatt af. Og getur hann bara geymt þennan pening bara inn í félaginu og mjallað hann út? Já, hann getur gert það. Það er náttúrulega spurning alveg hvernig eignarhaldinu er fyrir komið, en þetta gæti verið niðurstaðan og vissulega fer stór hluti af tekjum í samfélaginu, af rekstrartekjum, í gegnum eignarhaldsfélög út í aðra eigni, því að þessi eignarhaldsfélög þau náttúrulega liggja ekki á peningnum í banka, heldur þau kaupa hluti í öðrum fyrirtækjum og svo framvegis og framvegis. Án þess að borga skatt af. Já, og þannig að fræðilega og ég rekna með þó nokkru meðli raunverulega, þá liggja þarna tekjur og eignur inn í þessum eignarhaldsfélögum til Elíðanóns eða við skulum segja þar til að viðkomandi eigandi hér gefur upp góluna og þá færist þetta yfir á erfingjana með litlum fjármagnstekjuskatti og leikurinn heldur áfram, þannig að þetta er trúlega svona hvað maður segja, stæta svona skattaskjól sem að er virkt á Íslandi í dag eftir að aflandsfélögin svona dofnuðu heldur. Það eru félög sem eru bara hér innanlands. Skattaskjólin eru hér bara í ármúlanum og... Það eru skráð 77.000 eitthvað, 75-77.000 félag á Íslandi. Sem EHF. Allt félag EHF og HF. Langmesti hlutin náttúrulega EHF. Þar af greiða innan við 20.000 félag tekjuskatt. Og ég held vel innan við helmingu borgar tryggingagjald sem að því segir okkur að helmingur sem félagum er ekki með neina launaða starfsemi þar sem greiðan og maður spyr sig hvað þessi félag var að gera, ekki aðeins það heldur að þeim fjölgar svona 1000 til 1500 á ári
án þess að þeim sem að greiða tekjuskatt fari fjölgandi í samræmi eða nála til. Sem að segja mér að eitthvað þarna, eftir einhver að slæjast á þessum vettvangi. Það sé miklu hagkvæmara, jáfnvel þú sett með lítinn rekstur að vera með EHF og njóta skattastöðu þess heldur en að vera launamann. Já, sko, í launamann held ég að í fæstum tilvikum, kannski ekki fæstum en í mjög mörgum tilvikum ekki neitt rekstur, þetta bara eignarhald á. Þú ert ekki að tala svona iðnaðarmenn sem eru EHF? Nei, þeir eru borga og það sem líka sérstætt við þetta að iðnaðarmenn, verkfræðingar og læknar og svo framvegis sem að reka sína starfsemi sem eignarhaldsunduna, þeim ber að reikna sér ákveði endurgjald, lágmars laun sem að þeir greiða síðan almennan tekjuskatt af. Ef að maður situr sem framkvæmdastjóri í sínu einkahlutafélagi sem sýsla bara með pappíra, hlutabref og tvíleitt, þá engar slíkar skyldur á honum. Hann þarf ekki að reikna sér krónu í reikna endurgjald og getur þess vegna verið eins og mann sjá líka á skattskránum annarkvort mjög lágar eða alls engar almennar launaskýringar. Nú verið að ræða það að breyta þessu út af gagnrýni af því að fjármagnstekjur ber ekki útsvar, þetta er ekki að borga útsvar. Já. Þá verið að tala um að laga þetta með því að skylda þessa sem að þú ert að lýsa, að reikna sér eitthvað laun, svo þeir borgi eitthvað útsvar, en þeir eru þá náttúrulega að borga bara pínulítið, eða þessi útsvara bara örlitlum hlut af öllum tekjur sínum. Já, það vantanlega þannig. Hvað finnst þú þessa hugmyndir? Sko, þetta að vissulega til bóta, má segja allt sé til bóta í þessu efni, en hvort að það sé hvað maður segja, viðurandi niðurstaða að hátekju og háegna menn þjóðarinnar þeir greiði til samfélagsins að vinnu konu útsvara eða eitthvað þess aftar svo annar spurning sem ekki held ég. En eins og rætt þetta hjá Bjarkey Olsen var að tala þetta nýri þingi og það hljómaði eins og þetta vera svona svipið svo reiknaði endurgjald fyrir vinnu. Já. Þannig að menn myndu borga eitthvað, en þá eru menn kannski að borga af eins og þessu bara með 400 skall á mánuði. Já, það menn sem eru kannski með 10 miljónar á mánuði. Já, ég mann nú ekki hvað hæðsta reiknað endurgjaldið í kerfinu en það einhvers staðar held ég, kannski 1,2 milljónir á mánuði fyrir þá sem eru hæðst launaðir. Læknar eða? Já, verkfræðingar og það kannski eitthvað meira en það ekkert nálægt í sem að hvað maður segja, þeim hagnaði sem að rennur í gegnum þessi eignarhaldsfélag. Þú sagðir áðan að þetta væri öðruvísi í öðrum löndum. Þetta með ýmsum hætti. Ég þekki ekki til eins land þar sem að þessar reglur eru jafn frjálslegar og hérna. Ég til dæmis í Bandaríkjunum að þá séu svona enga hlutafélög eða ekki með sjálfstæðar skattaðildar segja þessi skattlað hjá eigandunum ef að eigandunir eru færri en einhver tiltekinn fjöldi og svo með. Og síðan eru reglurnar sölu hagnað sérstaklega skattverðið hans held ég varla nokkur staðar jafn hagstæðar eins og hérna þar séu skattverðals með öllum. Það eru sumstaðar til. Eru við þá gott samfélag? Eru við þá gott samfélag? Fyrir suma, já. Fyrir fáa? Já, því miður. Af hverju heldur það sé? Þú nú búin að lifa innan kerfisins. Ég bara og undanfæri horta á það auðvitað frá. Já. Af hverju þetta svona hjá? Sko, ég veit ekki, þessi þróun, hún byrjar 1995 þegar að við yfirtökum félaga löggjöf Evrópusambandsins. Þá bara okkur að opna þetta engan hlutafélaga fyrirkomulag sem gert og þá það gert á mjög frjálslegan hátt þar sem minni höfnur á því og held ég almennt séð í öðrum löndum. Og þar við bæti síðan að þessar sérstöku skattareglu, þar að segja skattfrelsi arðs, kemur inn líka vegna áhrif frá Evrópusambandinu, þar að segja skattfrelsi arðgreiðslna á milli móður og dótturfélaga. En þar fyrst og fremst verið að tala virkfélög sem eru í alvöru starfsemi, ekki bara í fjármálastarfsemi. Og ef ég maður rétt að þá eru til dæmis normenn með þessa reglu þrengdi þar að segja að skattfrelsi arði miðast við framleiðslu eða virkfyrirtækin, ekki svona pappírsfyrirtæki. Þannig að
Þannig að þetta misjafnt á milli landa og hérna hefur raun og var ekkert verið gert til þess að stemma í stigu við þess heldur kannski fremur að auka þessa möguleika í þeirri trú að peningar að þeir skapi velsæld. Ríkið ekki að taka peninga af hinnum ríku. Akkurat, það svona. Þetta er svona eins og Liz Truss að halda fram í Breitlandi í dag. Já, það er svona svipað en þannig. En sko hvers vegna mun hafa látið þetta viðganga svona lengi og vinda upp á sig, sko engalheiðtögunum hefur, eða félögum á Íslandi hefur fjölgað úr eitthvað 10.000 í kringum 2.000 í yfir 70.000 núna. Þannig að það segir manni að menn er að sækja í það sem er minni skattinda. Já, það bæði er verið að sækja í þetta sem bara, eins og segir, svona skattaskjól. En við séum líka orðið mikið fjölgun á því að þeir sem voru í sjálfstæðum atvinnurekstri sem enga aðilara, að þeir hafa breytt í yfir í hlutafélagaform, sko. Og það er svona viss skattahagra í því líka en sérstaklega varðandi þess aðila sem að ekki í neinni virkri starfsemi og þá má segja að sömu ríki að þau beita sér svona gegn þessu til dæmis í Bandaríkjunum að þá eru óvirk félög þar segja sem eru í óvirkri ekki virkri atvinnustarfsemi þau eru útilokkuð frá hlunnindum samkvæmt tvísköttarsamningum þannig að í raun voru viðurkenna Ameríkanar ekki tilvist svona félaga sem alvöru félaga í sínum tvísköttarsamningum. Hvað, ef við myndum breyta þessu, hafi þetta svona svipað og almennt gerir þannig staðar? Hvað erum við að tala mikið af töpuðum skattekjum í dag út af þessu? Ég hef ekki hugmynd það. En þú ert búin að vinna lengi í þessu ef þú kemur með svona mentað ágiskun eins og sagt er. Ég veit ekki, það er alveg ljóst og þetta hleypur á milljörðum og vantarlega 20 milljarðar sem að renna þarna út umfram það sem að væri ef við verum með sambreytt kerfi og annars þar. Já, sko, þetta er víða vandamál, þetta er ekki bara hérna, þetta er víða vandamál og þetta er svona hluti af svona skattasniðkuguleiðum sem er. Það sem að við, hvað maður segja, þurfum fyrst og hans kannski glíma við þessi mismunandi meðhöndlun á fjármagnstekjum og almennantekjum. Bæði hvað var það skatthlutfall en líka varðandi það hvernig þær verða til og hvernig þær eru skráðar og hvort þær koma fram á framtölum einstaklingið ekki. Það er það og hins vegar náttúrulega þetta atriði að félagaformið eða það form sem við velja sinni starfsemi að það hafi ekki svona afgerandi áhrif á skattakvaðir þeir einstaklingar sem að standa á bak. Þannig að ég ekki að vera þannig að ef þú flyttur þessu frá því að borga skatta eins og launamaður yfir því að vera með EOF að það bara lækki skattaðinni umtalsvert. Það er náttúrulega færa þá flytja sig bara allir eins og þú ert eiginlega að taka dæmi af með fjölgun félagana. Það þýðir eiginlega það að skattlagningin hjá EOF megin er bara of lág í samanburði við hinna. Ég held að og þar lendi eru launafólk að borga ofháa skatta því að segjum alltaf ekki afneita þá getur þau líka lækka þá launaskattin. Þannig að þeir sem eru að borga launaskatt eru að borga skatta fyrir hinna sem hafa komið sér yfir í eignarhaldsfélög. Já, og líka sko sem munu örugglega reka sig á núna þegar talaður að tryggja það að allir borgi útsvar að þá er spurningi hvernig ætla menn að gera það. Ætla menn að láta nægja eins og þú myndist á að búa til einhvern svona gerfi útsvarsstofn sem að hljómar þannig. Þá þýðir það vendarlega fyrst og fremst að þau sveitarfélög þar sem að svona ríkari helmingur þjóðarinnar kýsa búa, þau munu vendarlega hagnast á þessu meðan að hinn hafa óskuplítið upp úr krafsinu og þetta myndi enginn haft sko jafna hvað maður segja hallan á skattbyrðinni milli einstaklinga eftir tekjum sem eru sendi fyrir að þetta hefur sára lítil áhrif á raunverulega skattgreiðslu þessar aðeina. Eitt sem kemur í umræðinni þegar við erum að tala að hækka fjármagnstekjuskatt sem hefur komið fram núna. Það er til dæmis BHM og BSRB er að gera umsagnir fjárlagafrumvarpið og þau eru bæði að leggja það til. BSRB leggur nú upptöku eignarskatta
með annars, en þau tala öllum hækkun fjármagnstekjuskatt. Þegar það gert, að þá kemur andmæli sem að segja það að já, þið verið átt okkur á því það er búið að skattleggja þessa peninga, sem það að við eigum að leggja saman tekjuskatt fyrirtækja og fjármagnstekjuskattin og þá kom í ljós að fjármagnseigandinn sé að borga sambarlegt skatthlutfall og launamaðurinn. Kaupir þú þessi rök? Sko þetta er að vissu marki rétt. Varðandi þann sem félagi borgar skattin og þann arð sem borgað til einstaklinga. Það sem ég að benda á að stór hluti af þessum arði sem greiddur út úr framleiðslufyrirtækjum og framvegis, hann fer ekki til einstaklinga. Heldur hann fer til enga hlutafélaga sem eru þar sem hann er skattfrjáls. Þannig ég held að stóra máli í þessu sé kannski þess að þessi félagasamtök leggja áherslu með eignaskatti. Hugmyndin og rökin á baki stóregna eða auðlegðarskattin á sínu tíma var að ná til þessi óskattlaða fé sem hefði safnast upp í eignarhaldsfélagum. Og það var gert meðal annars með því að auðlegðarskattin var lagður á í 2 áföngum, annars fyrsta þrepi var að skattleggja það sem að tali var fram í skatt fram til einstaklingsins, en í næsta þrepi að þá var litið á eignirnar, þar að segja hvað væri hér eigið fé þeirra fyrirtækja sem að þessi viðkomandi einstaklingur átti og það sýndi sig að með því að þá næstum tvöfaldaðist auðlegðarskatturinn. Það getur ekki verið flókið að gera það réttlátt í að í sumum félögum eru eigniskráðar á nafnvirði sem er kannski langt undir þetta náði fyrst og fremst í að leiðrétta það er eignir sem voru í skráðum hlutafélögum því að aðrar eignir í félagslegar eignir voru eins og segi meira minna á einhvers konar nafnvirði eða kaupverði fyrir 20 árum síðan eitthvað þess að þannig að þetta er ekki einfalt að gera þetta. En þú heldur að ef að við verum að ráðleggja BHM og BSB sem vorum með þessar að það væri meira upp úr því að fella eignarhaldsfélögin með einhverjum hætti, skattalega, heldur en að vera að hækka fjármagnstekjuskattin 1%, 2% eða 3%? Já, ég held að ef við líta á þetta hvort sem er frá tekjusjónarmiði eða bara frá réttlætissjónarmiði að þá sé sá hluti sem er falin inn í óskattlaðum aðilum, óskattlaðum hagnað, óskattlaðum eignum inn í eignarhaldsfélögum sem mikið stærra en það sem að kæmi ljós með hækkun á hér fjármagnstekjuskattinum. Ég spurði áðan, akkur er þetta svona hjá okkur? Akkur er svona slakari skattinefnda að þessu leiti allavega og kannski að mörg öðru leiti, það nú verið haldið fram að hér séu skatta, undanskot og skattsvik eftir meir en annars þar. Það eru eitt af því sem var svona áfallið þegar fólk sá inn í Panama-skjölin að þá leit svo út að Íslendingar hefur notað skattaskjól bara miklu meira heldur en aðra þjóðir. Þannig að ýmislegt sem bendir til þess að við látum of mikið eftir gagnvart þeim sem eiga féð þegar kemur að skattlagningu. Getur verið það að ástæða fyrir því er að þeir sem ættu að sækja að það er gert vel, sem var í verkalýðshreyfingin, kannski svona vinstri sinna flokkar, hafi ekki haft skattamál haft svona afgerandi á stefnuskránni og það ætti að vera. Já. Við kannum að tala um þetta, við vinnum eftir 2016 þegar Katrín Jakobsdóttir ætlaði að tala um skattamál og það kom skattakata og það var mikill áróður gegn því. Já. Og mér virkar svolítið þegar ég er að tala við stjórnmálafólk sem er í samfélkingunni eða VFG, það er bara smeygt við að tala um skatta. Já, sko, skattar og láglegni skatta er aldrei vinsæl. En auðlegðarskattur ætti að vera vinsæl til 99% af þjóðinni. Já, það er bara einhvern veginn mjög erfitt að gera fólki grein fyrir því að það er hagsmunir alls fjöldans er að skattamálinn séu upp á borðinu og það séu allir skatlaðir eins. Þessum. En ég veldi svo mikið fyrir mér hvað veldur þessari tregðu í íslenski stjórnsýslu að taka á þessum málum. Og svona ég sveiflast á milli þess að halda að þetta sé hvað viljaleysi eða kæruleysi, menn bara vilja ekkert vera að rugga bátnum, eða þá að hreinlega að stjórnkerfið og þá bæði ráðuneytin og skattyfirvöldunir að þau séu ekki nægilega á tánum og eftir ekki nægilega vel meðvituð þessa hluti
og kannski ekki heldur mótíveru til þess að svona að atast í þessu svona ekkert óskaplega vinsælum. Ráðherrann ekkert að biðja það? Það er engin þrýstingur frá svona valdhöfum að gera þetta og þá nú kannski ekki vanlegt fyrir svona neðri þreppin í kerfinu að gera mikið. Nei, Jóhannes Hraunfjörð Karlsson sem að gerði ritgerðum þetta, hann held ég fram hérna við Rauðaborð þegar ég talaði við hann nú stættur út í Bretagne, talaði hann í gegnum netið. Hann sagði að saga síndi það að ef embættismenn síndu dugnað í þessum málum, að þá mistu þau bara vinnuna. Já, það kannski svo. Já, þetta er ekki. Það getur verið og því slakari eða því minna sem embættismaður leggur áherslu á það að hafa hér gott skattaeftirlit að því langlífar er enn í starfi. Ég skal nú ekkert segja það en ég vil ekki leina þeirri skoðun minni að námt hins pólitíska valds við efstu lögin í embættismannakerfinu eru allt of mikil. Það er óhjákvæmilegt að vilji, hvort sem hann er úttalaður eða bara liggur svona loftinu, vilji ráðamannina hefur áhrif á þær aðgerðir og viðhorf þeirra sem að þarna er neðan. Ég held að það væri mikið að bóta, það væri skorin mikið eða gerð mikið svona greinilegri lína á milli hinna pólitíska valds og embættismanna þessu leyti, til dæmis að afnema það að ráðherrar skip í embætti heldur að verði fundin einhver önnur leið til þess að gera það þannig að menn þurfi ekki að standa frammi fyrir því að eiga það einhverjum einstaklingi í ráðherrarstóla að þakka að hann sé í tiltekinu stöðu og svo framvegis eða haldi áfram því starfi sem hann hefur sitt. Og ég spyrir hvernig þetta er erlendis, lítið svo á að þetta mál, innheimta skatta, sé svona mikið réttlætismál í samfélaginu, það sé eðlilegt að tryggja svona gott sjálfstæði? Mér er ekki kunnugt að það sé gert sérstaklega varðandi skatta, en hins vegar eru sko ráðningamálum, opinbera starfsmenn og sérstaklega forstöðumenn og stofnunum sem framvegis hagað með viðsjöflum hættu og yfirleitt á þann veg að valda ráðherra í þessum öllum er minna heldur en hér á landi. Það eru þá óháða nefndir eða einhver ráðsefnarkvæmdi eða einhvers konar framgangskerfi sem að ræður eða mikið meira áhrif en hér. Það mætti skoða þetta því það lítur þannig út að það hafi verið raunverulega stefna íslenskra stjórnvalda að hafa skattaeftirlitið tildraslælegt og skilja eftir gött eins og með Eignarhaldsfélagið út að benda núna. Og þegar ég sagði að þú hefði komið inn í ráðuneytið 2009 sem aðstofamaður Steingríms, að þá var eitt af því fyrsta sem því gerðu var að loka aflandsfélagunum, svona gátt sem að þar var, sem að hafði verið ábendingar til ráðuneytisins árum saman. Þær til að voru bara teknar upp úr ráðleggingu sem að skattundanskota nefndir á liðnum árum hafðu margótt benda á og benda á leiðir. Og sem að menn hafðu gert í útlöndu fyrir löngu síðan. Já, og jú, því miður er svo að það er ekki bara að, hvað var að segja, tregða svona við að bregðast við svona röddum innanlands, heldur hefur líka skort mikið upp á það að Íslandsstjórn framfylgdu þó þeim ráðleggingum og í mörgum tilvikum samkomulag á milli ríkja aðgerðir í svona málum, bæði innan Evrópusambandsins á vegum OECD og núna varðandi skattlagningu stórfyrirtækja, þar sem að G20 ríkin hafa komið sér saman ákveðnar meginaðgerðir skattlagningu alþjóðlegar félaga og lágmarksskattlagningu stórra fyrirtækja innanlands. Ég sé ekki að það sé nein hreyfing á þessum málum og við horfum upp á það að vera hér með alþjóðleg fyrirtæki eins og í áliðinu eða vantarlega í gagnavinnslunni og fleira þar sem að skilja nánast ekki krónu eftir í skattekjum hér á landinu þó að allur hagnaður þeirra komi hér sko. Og séu vaxandi mjög í stóriðinu núna? Já, og nú er
En við höfum að fagna því að arður Landsvirkjunar hækki pínulítið. Já, og fiskeldi og vindorka verði í sömulegis í eigu einhverja erlendra aðila og reynsla okkar af þessu það að þessir aðila þeir borga ekki krónu í skatt ef þeir eru mögulega að komast hjá því. Og hvort þeir mögulega að komast hjá því veltur á því hvaða ráðstafanir yfirvöldi við komandi landi gera. Og við leifum svolítið að komast upp með það. Það er frækt álverið á Austurlandi sem hefur flutt út mikið áli en aldrei búið sett. Og ef ég maður rétt að þá í Noregi varðandi fiskeldi. Þeir voru að breyta þar, þeir alltaf skattleggja. Já, þeir hefur líka með reglu það að við skattalega tekjufærslu hjá fiskeldisfyrirtækjum sem í eigu erlendra aðila, þá ber að miðast við markaðsverð þar sem koma fyrir svo kallaða milliverðlagningu. En svo er pláa í íslensku sjávarútvegi þar sem menn að selja sjálfum sér á Norðurlandi. Og mér finnst normanna núna að vera stórmerkilegar, þannig að það er þessi eitthvað sem að menn ættu að skoða, en þeir gera ráð fyrir leggir auðlindarendu skattbæði á fiskeldi og vindorku framleiðslu og reyndar svona auka skattlagningun í vatnsorku raforku framleiðslu líka. Og það er gert með því að það er tekjuskattur fyrirtækja sem er 30% í Noregi, svo fyrirtæki í þessum geira borga hærri tekjuskatt. Nei, það er þannig að það er að borga öll fyrirtækin, ég held að tekjuskattur í Noregi sé 22% á fyrirtækin. Og það er ekkert verið að breyta því að þau borga 22% tekjuskatt. Þar að auki borga þau skatt sem er 70% af hagnaðinum sem er reiknaður án þess að taka nokkuð tillit til fjármagnstilfærsna. Það er bara teknir brútt og tekjurnar og raunkostnaður. Rekstrakostnaður, en ekki fjármagnskostnaður. Ekki fjármagn, en fjárfestingin sem að þeir leggi, hún er dregin frá líka, þannig að það er ekki... Afskriftir af... Það tekjur sem umfram það, þá borga þeir sem sagt 40% af því til viðbótar við tekjuskattin, þannig að jaðarskatturinn þar samtals er 62%. Finnst þér þetta snjallt? Þetta er bara í raun og veru önnur leið til auðlendaskattlagningar, þar að segja í raun og veru er skattstofnin hliðstæður því sem er í veiðigjaldinu hérna, þar að segja að hann er reiknað með sama hætti. Í veiðigjaldinu reiknað út frá meðaltali fyrir allan atvinnugreinin, þannig er þetta reiknað með á grundið til hversu eins fyrirtækis sem skiljanlegt sem aðstæðnar eru svo breytilegar til dæmis í raforku framleiðslu og svo framvegis. En prósentan herri? En prósentan herri? Prósentan herri, já, prósentan hún fer bara eftir skattinu og eftir hérna umfram hagnaðinu sem er reiknað með þetta. Þannig að þetta er ekki viðbóta tekjuskattur því að þar koma inn fjármálafærslurnar og afskriftirnar og vaxtareikningur og þess að það er öllu sleppt í þessu. Það er bara tekin og raunkostnaðurinn og þar með raun fjárfesting og lagt á þann þessum út úr því kemur. Heldur þú Íslendingar að skoða þetta í sambandi við sjálfsög? Alveg tvímælust. Þetta er önnur, eins og ég segi, bara önnur leið til auðlindaskattlagningar og þetta gæti komið að góða nótum í sambandi við bæði fiskveiðarnar, við vindorkuframleiðsluna, við fiskeldið og svo framvegis. Þetta er til þess að gera einföld aðferð og hún byggist að fullu á gögnum sem liggja fyrir í framtölum og ársreikningu fyrirtæki, þannig að við finnst glabræði að menn skoðu ekki þennan kost. Við kannski gerum það senna. En Indri, ég þakka fyrir að staldra þetta við á síðkvöldi, að tala skatta. Já, ég þakka bara sem þessu. Herðu, og þá er þátturinn búinn í kvöld. Ég þakka gestum mínu fyrir og ykkur sem voruð að hlusta. Hvet ykkur til þess að hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið. Þið getið gert það með því að fara inn á samstöðun.is. Þið getið farið inn á YouTube rás samstöðurinnar, inn á Facebook rásina og læka þar. Þið getið líka gengið í alþjóðfélagi, það er inn á samstöðun.is. Þá getið þið gengið í alþjóðfélagi og lagt til dagskrárinnar svona litla áskrift eins og kannski 2 kaffibóllar á mánuði. En að öðru leyti þá ætla ég bara að segja góða nótt.